Já, kæra þakki fyrir það, Pétur Björgvin, og ég þakka þann mikla sóma sem mér sýndur með því að bjóða mér hér norður yfir heiðar til að taka þátt í fræðslukvöldi kristna trú. Og ég vil nú leið láta í ljósi aðdáun mína á þessu framtaki. Það er afar vel til fundið að taka þessa ágætu bók, Hvað er kristin trú, eftir Halldór Moxnes prófessor, og nota hana svona sem umræðu grundvöll á fræðslukvöldum eins og þessu, þar sem að einhver innleiðir alltaf og síðan eru umræður á eftir. Ég kynntist prófessor Moxnes lítilega, við vorum saman í norrænni ritnefnd skeið. Nú, ég hef lesið bókina, skrifað nú meira sér einhvern stuttan ritum hana minni mig og hún er afskaplega vel þýdd af séra Hreini Hákonarsyni fangapresti, sem skylt að við talaði mitt hér á fyrsta fræðslukvöldinu. Og þannig þetta er læsilegt rit, finnst mér, og það er gott og gaman að vita til þess að það hefði orðið til að kveikja umræðu hér kristna trú og sérkenni hennar. Nú, eins og raunin hefur verið á fyrri fræðslukvöldum, þá hafa umsjónarmenn þessara kvölda lagt fyrir mig spurningar sem ég var beðinn að glíma einhverjum við, og það mun ég að sjálfsögðu leitast við að gera. Ég raunar nefndi og spurði hvort það væri í lagi að ég nálgaðist þetta dálítið meira frá mínu sjónarmið og öllu heldur mínu fræðasviði, Gamla testamentisfræðum, og þá einhvern Davíðssálmum. Þannig ég fjalla fyrstu spurninguna dálítið út frá þeim, og svo ætla ég að fjalla dálítið samband gyðingdóms og kristni, sem er efni sem er mér hugleikið en er afskaplega viðamikið. Og ég ákvað nú að ég átti efni dálítið á glærum sem ég breytti og hafa hér glærur til að svona styðja við efnið og ekki verða ef það dregur athyglina frá mér aðeins. Fyrsta spurningin var sem sé eða hvort fjölbreytileiki guðþjónustuformsins auki skilning á trún. Nú, svar mitt við þeirri spurningu er hygglust játandi, og þar sem nú búið að kalla mig hér norður yfir heiðar, þá gerir ég ráð fyrir að mér sé ætlað að segja meira en já við spurningunni. Þannig ég mun reyna að skýra svarið. En ég verð fyrst rifja upp úr þessari ágætu bók, Halldór Moxnes, að hann tekur sjálfur dæmi af þrenns konar guðþjónustu formum og þremur gerðum kirkna, nefni fyrst í söguna rétttrúnaðarkirkjuna og telur sennilegt að guðþjónusta hennar leiði okkur á elstu slóðir kirkjulegra hefða. Í helgihaldi rétttrúnaðarkirkjunar þar eru öll skilningavit, sjón, heyrn, ángan, bragð og tilfinning beisluð, og helgihaldi skapar þannig að ný hina himnesku guðþjónustu og leiðir hina kristnu svo að segja inn í himinin, eins og prófessor Moxnes kemst svo skemmtilega orði. Nú, síðan ræðir hann guðþjónustu sem við flest og væntanlega öll þekkjum mikið betur, guðþjónustur mótmælenda, og tekur það dæmi af lútherskum kirkjum á Norðurlöndum, og við sitjum sjálfsögðu í einni slíkri hér. Og hann segir ef tilbeiðslan er einkenni helgihalds rétttrúnaðarkirkjunar, þá er boðunin einkenni þeirra lúthersku. Það er ekki ástæða til að efast það. Þar er höfðað til skynsemi, innsæis og vilja sem kemur heim og saman við að trúa, sem dregur skýrast fram hvað það merkir að vera kristin manneskja í lúthersku kirkju, segir hann ennfremur. Og mér finnst að þessi fræðslukvöld hér, sem ég endurteka, mér finnst þetta mikilla fyrirmyndar, að þau komi mjög heim og saman við þessa áherslu lúthersku kirkjunar,
Hér sjáum við viljan til að fræða trúna, leitast við að skilja hana, grennslast fyrir sögu hennar, þróun og margvísleg einkenni og síðast en ekki síst efna til samtals og umræðu kristna trú og einkenni hennar. Nú í þriðja lagi nefnir Moxnes til söguna náðagjafahreyfingu í Brasilíu og þar lýst guðþjónustu í einum söfnuði hennar, guðþjónustu þar sem þúsundir manna tóku þátt. Þar var baráttan gegn hinum illu öflum í fyrirrúmi og guðþjónustan var tjáning þeirrar baráttu. Og niðurstaða hans að allar beri þessar ólíku gerðar guðþjónustunar einkenni sem rekja mig aftur til tíma hinna fyrstu kristnu manna. Það áherslan á leyndardóminn og helgar athafnir hjá rétttrúnaðarkirkjunni, boðun Guðs orðs í lútersku kirkjunni og reynslan af návist andans í náðargjafarhreyfingunni. En jafnframt hafa ólíkar kirkjudeildir mótast í tímans rás og fengið ákveðin einkenni sem skýrast af mismunandi ástandi í þeim samfélögum sem þær uxu og döfnuðu. Eins og eðlilegt má teljast og við að búast. Nú en til að ræða þessa spurningu frekar og í stað þess að ég farið að velja fleiri kirkjudeildir til að taka dæmi af, þá ákveði ég svona að skyggnast lengra aftur í tíman, aftur í þann tíma sem að telst nú til fræðasvið míns, tíma Gamla testamentisins eða hins hebreska ritsafn sem við kristnir menn eigum sameiginlegt með gyðingum. Já, þarna sýni ég glæru sem að ætlað að minna á það að okkur hættir stundum til að tala gyðinga sem einsleitan hóp, en það ástæða til að minna á það að það ekki síður flokkadrættir og kirkjudeildir innan gæsalappa meðal gyðinga og ólíkir trúarhópar sem sé og þetta var skemmtileg mynd, Tjósen, hinn útvaldi, þar sem einmitt takast á hópar Hasidim gyðinga og síónista í New York. En þannig ég valdi að skyggnast inn í Davíðssálmana. Þeir eru besta heimildin helgihaldið á tímum Gamla testamentisins. Þeir hafa ekki geymað fyrirmæli helgihaldið eða guðþjónustunar, því að það menn skrifa ekki það sem að gengir út frá að lesendur þess tíma þekktu. En svona það má mjög lesa milli línana og fræðimenn hafa rannsakað þessa texta mikið og telja sig geta sagt sitt hvað og býsna mikið oft á tíðum helgihaldið á tímum Gamla testamentisins, sem að vel að merkja spannar býsna langan tíma og grípum niður í nokkrum sálmum. Ég minni ég á að setja smá dæmi af saltaranum á hebresku og þetta lítill handhægur svona vasasaltari sem gott að ganga með ef maður vill þjálfa hebreskuna og jafnan einhver öðru tungumál einnig, þýsku minnum í þessu tilfelli. Og saltari dregið af gríska orðinu salterion sem merkti upphaflega strengjahljóðfæri, en merkingin þróaðist svo yfir í að vera sálmasafn og þannig að rætur hugtaksins sjálf liggja í tónlist og helgihaldi. Mikill brautryðjandi í nútíma rannsóknum á sálmánum þjóðverjinn Hermann Gunkel og skrif hans einkum frá 3. áratugi síðustu aldar. Við tölum það nútíma í Gamla testamentinu þó það séu allnokkrir áratugir liðnir. Hann lagði sem áherslu á að sálmanni rætur sínar í helgihaldi hinna fornu Hebrea, sem við köllum gjarnan svo, eða Ísraelíta, og til að skilja þá þyrftum að grafast fyrir þessa stöðu þeirra í trúarlífinu, hina upprunalegu notkun þeirra þar, og hann lagði grunn að flokkun sálmanna á grundvelli forms þeirra, innihalds og síðan ekki síst uppruna þeirra í lifuðu lífi og var þar átt við helgihald þeirra þjóðar sem skóp hinnar hebresku ritningar.
og þessi flokkun Gungels hefur verið ríkjandi með stærstan hluta 20. aldarinnar og gleymum því ekki að það voru gyðingar sem að þarna áttu hluta máli og þennan sameiginlega arf eigum við með þeim og ég mun hér á eftir eins og mér var uppálagt fara nokkrum orðin munin á kristni og gyðingdómi sem sé. Ég ætla að taka fyrst nokkur dæmi úr Davíðssálmum sem ég tel að endurspegli helgisiði og eða guðþjónustur fyrir kannski það bil 2500 árum og hafa augljóslega skilið eftir sig margvísleg spor í helgihaldi síðari tíma. Við gleymum því ekki helgihaldið jafnan í eðli sínu býsna íhaldssamt. Hér fyrsta dæmi, þetta eru 24. Davíðssálmi sem ég tel að sé heppilegur til að byrja á ýmsu leyti því að rætur hans í helgihaldinu er svo augljósar þegar hann lesin í gegn. Hann alls 10 vers en þarna á glæruna hef ég sett þetta augljóslega vígslsöngur úti fyrir musterinu og hér stendur hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað og svarið kemur sá sem hefur flekklausar hendur og hreint hjarta sækist ekki eftir hégóma og vinnur ekki ranga neyð. Hann lýtur blessum frá drottni og réttlætið frá Guði frelsara sínum. Þetta svo kynslóð sem leitar hans, þrá auglýtt þitt Jakobs Guð. Og svo kemur þetta þér hlið liftið höfðum yðar, hefjið yður þér öldnu dyr, svo að konungur dýrðarinnar í innganga. Og þessi sálmur yfirleitt túlkaður þannig að hann endurspegli vígslsöng sem eigi sér stað milli pílagríma sem komnir eru til að heimsækja musterið í Jerúsalem, mörgum tilfellum langt að, og presta eða spámenna sem svari úr musteristýrunum. Fjall drottins augljóslega Síónarhæðin í Jerúsalem og hans helgistaður tvímælalaust musterið. Þarna höfum við með öðrum orðum dæmi helgihald tengt því að hópur trúað fólks saman kominn í pílagrímsgöngu að musterinu og í vígslsögnum sem að þar á sér stað, spurningar og svör milli þeirra sem að koma og þeirra sem fyrir eru, það látið koma skýrt fram að hebreskum trúarskilningi skipti máli að hafa flekklausar hendur og hreint hjarta. Hendurnar standa fyrir verkin og hjarta fyrir hugsanirnar. Og í því helgihaldi sem birtist í þessum sálmi, þar líka leyndardómsfullur þáttur, þar sem nærvera Guðs táknuð að öllum líkindum með sáttmálsörkinni sem var annars varðveitt í hinu allra helgasta og hafði að geyma lögmálstöflunar. Konungur dýrðarinnar var með í för og með því orðalegi átt við Guð sjálfan. Og þeim leyndardómsfulli þáttur fléttast svo saman við hina siðgeðslegu alvöru. Og hér bregði ég upp öðrum og enn þekktari sálmi í sálmi 121 sem en kannast við undir upphafsorðunum ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Ég tel að, og ekki einn það, að það megi telja líklegt að baksvið þessa sálms sé heimilisguðrækni, helgihald í heimahúsi, trúlega einmitt áður en haldið af stað í pílagrímsför til borgarinnar helgu Jerúsalem, sem vel að merkja stendur í 700 metra hæð yfir sjávarmáli og til samanburðar Jerikó, sem nú aðeins í 20 km fjarlægð, 300 metra undir sjávarmáli. Þannig það heilmiklar brekkur upp til Jerúsalem, sérstaklega maður keyrir upp frá Jerikó, eins og ég hef nú gert einu sinni. Og gefum gaum að niðurlagsorðunum 8. versi, við höfum ekki tíma til drottinn mun varðveita útgangu þín og inngangu héðan og frá að eilífu. Og ég sagði að þetta væri trúlega ferðabæn, það horft til fjallana og síðan boðar sálmurinn vernd og varðveislu drottins á því ferðalagi sem verið að leggja upp í. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngangu.
Trúaðir gyðingar hafa enn yfir í þessi orð þegar haldað heiman leið og þeir smella fingurkossi á meshúsuna, meshúsuhylkið sem hér mynd af, sem á dyrastöðum heimila þeirra, eitt algengasta trúartákn gyðingdóms. En þessi samansetning, eins og mörg ykkar auðvitað vita og flest, eða öll, hluti af kristnu skírnarritúali og vísar þar trúlega til lífsgöngunar. Hér útganga og innganga, einfaldlega að fara að heiman og koma til. Áherslan í þessum sálmi á vernd og varðveislu Guðs tjáð listilega vel með notkun andstæðupara eins og himinn og jörð, dagur og nótt, sól og tungl, útganga og innganga. Og til gamans vil ég nefna að orðin úr 121. sálmi Hjálp mín kemur frá drottni, þau hafa nýlega verið sett á altaristúk sem að kirkjunni í Seltjarnarnesi var gefin, þannig að þessi sálmur gegnir hlutverki í minni sóknarkirkju og hefur raunar lengi verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér mynd af kunnum kirkjuna leiðtoga sem látin fyrir nokkrum árum, Sigurbjörn Einarsson biskup. Og það sálmur 117 sem ég tek sem dæmi. Það stysti sálmur Saltarans, lofgjörðasálmur himni, hann ekki lengri en þetta. Þetta algjörlega dæmigerður himni að öllu öðru leyti, en það náttúrulega ekki dæmigert hvað hann stuttur. En önnur einkenni hefur hann, lofið drottinn allar þjóðir, vexa meðan allir líðir, því að miskunn hans voldug yfir oss, trúfesti drottins varir að eilífu, halleluja. Og Sigurbjörn Einarsson, hann hefur lýst því hvernig hann minnist húslestursins sem ungur drengur í baðstofunni í Meðallandi, þar sem hann ólst upp hjá afa sínum og ömmu. Við vitum að hann misti móður sína, barn ungur, þegar hún reyndi og tókst að bjarga honum úr bruna, en lét lífið sjálf og afleiðingu brunasárana. Og ég minnist þess að í nýjársmessu í Seltjarnarneskirkju árið 2000 þá flutti Sigurbjörn Einarsson magnaða prédikun út frá þessum stysta sálmi Saltarans sem hafði sem sé innleitt húslesturinn, og það leyndi sér ekkert hvað þessi texti var honum kær, og hann lýsti því hvað hefði mikil helgi fyllt baðstofuna og svo framvegis. Og þarna í Meðallandi, hjá afa hans og ömmu, þar var lagður grunnurinn að kristnu uppeldi þess drengs sem átti eftir að vaxa úr grasi og verða áhrifamesti boðberi kristinna trúar hér á landi á 20. öld, held ég svo óhætt að segja. Og íslensk kristni stendur í mikilli þakkarskuld við þá sem gerðu sveininn unga í Meðallandi handgenginn Davíðssálmum og ólu hann upp í kristinni trú og siðum. Umtalsverður hluti Davíðssálma eru lofsöngvar eins og þessir. Margir þeirra hafa verið hluti af helgihaldi musterisins, þar sem lofgjörðin var snar þáttur, en þeirra var líka geta þjóna hlutverki sínu í helgihaldi heimila og smærri ættbálka út byggðina. Og vel má hugsa sér að íslenski húslesturinn, sem Sigurbjörn Einarsson lýsti, sé arfur af slíkri heimilisguðrækni í landinu helga á biblíulegum tíma. Þá vildi ég taka dæmi af einum af harmsálmum Saltarans sem svo eru kallaðir, og það er að sjálfsögðu ekki tími til að taka mörg dæmi, en ég tel afar mikilvægt að nefna til söguna einhvern hinna fjölmörgu harmsálma, því að þrátt fyrir að sálmasafnið allt kallist á hebresku Töhulím sem merkir lofsöngvar, þá var það þriðjungur sálmanna sem að tilheyri þeim flokki sem að nefndir hafa verið harmsálmar og sem eru verulega fleiri en lofsönganir. Þetta er raunar mjög athyglisvert. Var helgihaldið ekki fyrst og fremst til að lofsyngja drottni? Ef marka má Davíðssálma, sem er megin heimild okkar helgihald hinna fornu Hebrea á tímum Gamla testamentisins, þá hefur snar þáttur í guðsþjónustu þeirra og helgihaldi verið annars eðlis. Menn hafa borið fram harmsefni sín í helgihaldinu, hvort heldur það nú var í musterinu í Jerúsalem eða í látlausara samhengi út á landsbyggðinni, og
og þar þessi þáttur harmsins og bænaákallsins og ábyrrandi að ekki verði fram hjá honum gengið. Bandarískur Gamla testamentisfræðingur Kunnur Walter Brueggemann hefur raunar haldið því fram með gildum rökum kristin trúarhegð hafi vanrækt mikilvægan og þýðingamikinn þátt í trúarlífi hinna fornu ritninga því að harminum hefur ýtt til hliðar og verulega sniðgengin í helgihaldinu þar sem öll áherslan að fagnaðarboðskap og lofgjörð. Og þessir sálmar eru gjarnan orðaðir með þessum þætti: hve lengi drottin ætlar þú að gleyma mér með öllu, hve lengi ætlar þú að hylja auglið þitt fyrir mér, hve lengi á ég hafa beygi í brjósti, sorg í hjarta, dag frá degi. Lít til mín, svara mér drottin Guð minn, tendra ljósvegna minna, svo ég sofna ekki svefni dauðans. Í stuttu máli, eða í þessum stutta harmsálmi sem yfirleitt nefndur svo, þá Guð ákallaður, en ákallið raunar í formi eins konar umkvörtunar og örvæntingar. Guð virðist vera fjarlægur sálmaskáldinu, hann svarar ekki og hann hylur augliti sitt, sem þekkt orðalag úr sálmunum, og merkir að Guð sé, afskiptalítill og sá eða sú sem tjáir örvæntingu sína og lýsir angist sinni, upplifir ekki návist Guðs eða svar. Lít til mín, svara mér drottin Guð minn. En það líklega misráðið að reyna að ráða í nákvæmlega hvaða amið að ljóðmælandunum, því að trúlega hér að ræða fastmótað orðalag í helgihaldinu til að tjá harm og angist. En tökum eftir því að harmurinn og angistin ekki síðasta orðið. Skyndilega í 7. og síðasta versi kveður við nýjan tón. Fullvissa bænherslu hefur leyst örvæntinguna af hólmi, eins og birtist í orðunum: ég treysti gæsku þinni, hjarta mitt gleðst yfir hjálp þinni. Og ekki nóg með það, þá ber niðurlagið öll einkenni himna eða lofsöngs. Ég vil syngja drottni lof því að hann hefur gert vel til mín. Og hvað skyldi hafa valdið þessum miklu þáttaskilum? Fullkomin örvænting, angist, tilfinning fyrir fjarlægð Guðs, snýst upp í fullvissu bænherslu og lofgjörð til Guðs. Nú auðvitað mætti hugsa sér að viðkomandi hafi einfaldlega í gegnum bænin að öðlast fullvissu bænherslu, sálfræðilegt atriði, að hafi létt á hjarta sín og tjáð harm sinn. En því hefur verið hins vegar haldið fram með samanburði við ýmsa aðra texta úr Gamla testamentinu sem á langt mál að fara út í hér, að trúlega endurspegli sálmurinn og aðrir hliðstæðir það sem eigist sér stað í helgihaldinu guðþjónustunni, og það sé svar við tjáningu, örvæntingar og angistar, þá prestur eða til vill spámaður í musterinu flutt fyrir munn drottins, svipað við sjáum í frásögnin af Hönnu í 1. Samúelsbók, þegar hún í örvæntingu sinni leita til Elí prests í helgidóminum í Síló og fær svarið: farðu í friði, Guð Ísraels mun veita þér það sem þú baðst hann um. Þetta er 1. Samúelsbók 1:17. Og við kannski minnumst þess að harmur Hönnu var sá að henni hafði ekki auðnast að eignast barn, og 1. Samúelsbók veitir mjög athyglisverða innsýn í angist og harm trúaðra konur á tímum Gamla testamentisins yfir þessu alkunna harmsefni barnsleysi, sem enn meira harmsefni á þeim tíma, því að það var talið að drottin sjálfur væri valdur að því, en oft talið að drottin hefði lokað móðurlífi viðkomandi. En tökum eftir því að í öðrum kaflanum strax og eftir í 1. Samúelsbók þá að finna lofsöng sem eignaður Hönnu og hefst orðanum: hjarta mitt fagnar í drottni. Ég hafði nú á glærunni mynd af Elie Wiesel, Nóbelsverðlaunahafanum kunna. Hann lifði af dvöl í Auschwitz og nýlega komin út bók hans Nótt á íslensku. Hann hefur gefið 10 bóka og var nú ekki seinna vænna að þessi bók kæmi út. Mæli mjög með lestri hennar, og hann hefur sagt að enginn skilji hinnar bækur hans nema hafa lesið þessa. Þetta er einhver áhrifamesti höfundur 20. aldar, mikill mannvenur, og honum hefur tekist að hefur verið sagt að skapa ljóðrænt tungutak harms í minningu hinna dánu. En hann lítur á sig sem vitni. Hann lifði af, misti föður sinn í Auschwitz
móður sína og horfðu á eftir móður sína og 7 ára systur sinni þar sem það gengu í átt að gasklefanum. Og myndina hafði nú bara með að því skýringarriti við Sálm 13 var, sem ég kíkti í, var einmitt fjallað um Elie Wiesel og þarf ekki að koma að óvart. Já, kannski að því ég nefndi ljóð Hönnu og það er nú oft talað að Gamla testamenti sé mikið svona karlasamfélag, endurspegli karlasamfélag sem er vissulega rétt, en það er þeim mun athyglisverðara að það ýmsar konur þar sem hafa gengt og haft mikil áhrif, gengt valdamiklum embættum. Og það er ekki bara Hanna sem er sögð að ort ljóð, Miriam, systir Móse, kannast við ljóð eftir hana í annarri Mósebók 15. kafla, Debóru í 5. kafla Dómarabókarinnar. Minnumst þess líka 2 bækur Gamla testamentisins eru kenndar við konur, Rútarbók og Esterabók, engin Íslendingasagna kenndur konur. Og ef við teljum apókrýfubækuna með, þá er Júdítarbók bæst við. Ég ger ekki lítið úr því, það er mikið óhugnanlegum sögum konur í Gamla testamenti, hvernig illa hefur verið farið með þær. Og Gamla testamentið endurspeglar eins og flest þjóðfélagið öll á þeim tíma, þjóðfélag þar sem karlar fóru með völdin. En þetta er þeim mun athyglisverða að taka frá þessum ýmsu undantekningum. Við talaðum að Hulda spákona að verið fyrsti ritskýrandinn, en hér er komin út í efni sem mætti tala svo lengi og femínískir guðfræðingar gera mikið, en mér, þó karlmaður sé, hefur fundist afskaplega áhugavert efni. Nú, hér hafa sem sé verið tekin dæmi af 4 Davíðssálmum sem allir virðast veita okkur innsýn í helgihald, og við verðum vissulega að lesa aðeins milli línana. Og fyrsta dæmi sem við tókum var úr Sálmi 24, það veitti okkur innsýn í víxlsöng úti fyrir musturistýrunum. Þá sáum við að baki hinum kunna sálmi, ég hef augum mín til fjallana, ferðabæn í formi trúarjátningar sem flutt hefur verið trúlega sem hlut af heimilisguðrætni áður en lagt var upp í ferðalag upp í fjöllin á leið til Jerúsalem. Og þá var þetta örstutt á dæmi af lofsöng, Sálmi 117, þar sem að Sigurbjörn Einarsson hefur svo skemmtilega reynslu af. Og svo var það Sálmur 13, einn af ótal mörgum harmsálmum sem tekið var. Nú, hér höfum við sem sé fengið dæmi af dálítið mismunandi helgihaldi. Ég hefði auðvitað getað vel valið ýmislegt úr samtímanum, en mér fannst það skemmtilegt að leita aftur í ritningarnar, því að helgihald hefur tengst trúnni frá rómunatíð og frá fyrstu tíð. Og þar sjáum við þar er fjölbreytileiki í guðþjónustu og helgihaldi. Og svar mitt er já, ég finnst tvímælalaust að fjölbreytileikin sé til þess fallinn að auka skilning á trú. Og ef það er eitthvað sem einkennir Gamla testamenti, þá er það gríðarlegur fjölbreytileiki almennt. Ritin eru ótrúlega ólík innbyrðis. Nú, trúin snertir auðvitað öll svið mannlífsins og það er æskilegt að guðþjónustan og helgihaldi sníði sér ekki á þröngan stakk andspænis fjölbreytni mannlífsins. Að því leyti eru Davíðssálmar sérstaklega góð fyrirmynd með þeirri sýn sem að þeir veit okkur í hið fjölbreytilega helgihald. Það sem harmurinn við að melkja er ekki útur og lokaður, heldur snar þáttur í helgihaldinu, eitthvað sem við mættum leiða hugan að. Greinir að gyðingdóm og kristni var önnur spurningin og það líður tíminn, en þegar spurt er þessara stóru spurningar þá er nú óhjákvæmilegt að rifja fyrst upp að glöggva sig aðeins á, þó ég veit að margir hér kunni góð skil á þessum trúarbrögðum, systur trúarbrögðum sem stundum eru nefnd svo. Glöggva sig á hvað það er sem sameinar. Nú, það er fyrst að nefna þetta hvort ekki eingyðis trúarbrögð og nú þá er eðlilegt að nefna þið sameiginlega helgireitasafn sem við kristni menn nefnum Gamla testamentið, en gyðingar nefna gjarnan Tanakh
eða einfaldlega hinar hebresku ritningar. Gamla testamentið augljóslega kristið hugtak. Það ber með sér að eitthvað nýtt hefur bæst við eða jafnvel leyst eldra af hólmi og þar eigum við að sjálfsögðu við Nýja testamentið. Það finnst sumum dálítið ókurteisi við gyðinga og farin að tala fyrra og seinna testamenti en gamla hefur dálítið á sér yfirbragð einhver sem úrelt er. Davíðsálmar eru þar að leiðandi meðal þess sem eigum sameiginlegt með gyðingum, fjölbreytilegir og fallegir sálmar sem er í hávegum hafðir í báðum trúarbrögðum og maður verður stundum var við það að sumir telja að Davíðsálmar sé úr Nýja testamentinu. Ég tel ástæðan fyrir því sé augljóslega svo að í Nýja testamenti Gídeonmanna sem var nú farið að bannað það að hendi í skólum sem staðar. Það er önnur saga, þá er Davíðsálmar gjarnan með og það er ekki óeðlileg ályktun hjá ungu fólki að þeir séu úr Nýja testamentinu. Þeir eru sannarlega snar þáttur í okkar trúarhefð og nægir að minna þjóðsöngur okkar Íslendinga. Hann er nú aftur út af 90. Davíðsálmi og það er ljóst að kristnin sprettur upp úr gyðinglegum jarðvegi. Fyrsta biblía kristinna manna það voru hinar hebresku ritningar, raunar í grískri þýðingu sem kölluð var 70 manna þýðingin Septuaginta og gyðingar hafa ekki neina beina hliðstæðu við Nýja testamentið en Talmúd er ákveðin hliðstæða þar sem er ritað niður munnlega hefð, trúarhefð þeirra. En þegar við spyrjum munin á gyðingdóm og kristni, meginmunin, hvað er það sem í grundvallaratriðum greinir á? Já, þá er svarið nú augljóst og þarf ekki að bera saman ólík svör, held ég, að gyðingar viðurkenna ekki að Jesús frá Nasaret hafi verið Messías, Kristur, heldur bíða þeir enn eftir Messíasi. Hins vegar hefur verið sagt að bið gyðinga eftir Messíasi og bið kristinna manna eftir endurkomu Krist megi kallast sameiginleg bið. Aftur sabbatinn og það er annar stór munur afstæða til hvíldadagsins. Gyðingar halda fast við hinn 7. dagsins sabbatinn sem er raunar eitt helsta einkenni gyðingdóms og á þessu stigi er mikilvægt að hafa í huga það sem Óksnes heldur fram að Jesús frá Nasaret hafi ekki ætlað sér að stofna ný trúarbrögð, heldur hafi hann hrundið af stað siðbótarhreyfingu innan gyðingdómsins. Og gleymum því ekki að Jesús var gyðingur, ólst upp við trúar og siðvenjur þeirra. Erfikenningin segir að Jesaja-ritið hafi verið hans gagn og gaman. Hann hafi með öðrum orðum lært að lesa þeirri bók. Fyrstu fylgjendur Jesú voru gyðingar. Það var svo trúin og uppreisur hans frá dauðum sem að stóru þáttaskilunum veldur eins og Óksnes rekur og telur það sig ekki fyrir nú annarri öld sem að margafspátumunum Krist þar sem að ekki fyrir nú annarri öld sem hægt sé að tala ný trúarbrögð í þessu sambandi. Og upprisan á fyrsta degi vikuna veldur því að kristni menn taka síðan að halda upp á þann dag í stað sabbatsins. Skírnin leysir umskurnin á hólmi, verður að fara hratt yfir sögur, tíminn líður hratt og en skírnin er auðvitað mjög þýðingarmikill þáttur í kristni, það þarf ekki að fjölir það hér. En aðeins að gefa gætur að stórhátíðum kristninnar, nú að það þarf ekki að spyrja ykkur um það hverja séu þrjár helstu hátíðir okkar, ég held allir myndu svara jól, páskar og hvítasunna og það vill svo til að allar eiga þessar hátíðir sér ákveðna hliðstæð innan gyðingdóms þó innihaldið sé gjörólíkt. Páskar eru tvímælalaust ein stærsta hátíðin hjá gyðingum og tímum Gamla testamentisins var hún án efa allra stærsta hátíðin. Þar var fagnað yfir brottförinni af Egyptalandi, frelsunin úr ánauðin í þrælahúsinu sem er greint frá í annarri Mósebók eða Exodus eins og sú bók er oftast nefnd í erlendu biblíum og þau eru raunar ekki mörg hebresku orðin sem lifa í íslensku
En heiti okkar á upprisunarhátíð frelsarans, páskar, það rótskilt hebresku sögninni Pasach og nafnorðinni Pesach sem einmitt vísar til hinnar gyðinglegu páskahátíðar. Þannig þar höfum við svona orð af gyðinglegri rót. Við reyna, nú halleluja segjum við nú í guðþjónustunni, það nú hebreska vitaskuld, þýðir lofið Drottinn, og svo skildum við minnast þess að fjölmörgu mannsnöfnum, karla og kvenna sem eru í íslensku úr biblíunni. Davíð, Mikael, Jónatan, Sara, Eva og það hægt að telja endalaust. Nú, páskan já, við vitum það og þar hjá okkur eru þeir auðvitað minningarhátíð og fagnaðarhátíð upprisu Jesú Krist. Páskanir eru því senn til marks skyldleika gyðingdóms og kristni en kannski frekar áminning það sem aðgreining, það sem játning kristninnar á Jesú sem Messiasi, Kristi, meðal þess sem auðvitað skilur á milli og ekki síst rætur í upprisunum. Ljósahátíð gyðinga, Hanúkahátíð eins og nefnda, hún vissulega ekki eina þeirra stærstu hátíðum, haldin í desember, en hún fellur mjög nærri jólahátíð okkar og stundum alveg saman við hana. Hérna, þarna var svona mjög frumlegur Hanúkakertastjaki sem dæmi aðlögun í Bandaríkjunum. Kertin eru í líki frelsisstyttunnar eins og þið sjáðu. Og það verður ekki farið fram á í Bandaríkjunum, sérstaklega í New York. Það búa ekki í neinni borg í heiminum eins margir gyðingar og í New York. Það eru fleiri gyðingar í New York heldur en í Jerúsalem. Og þar fer ekki hjá því að þessar hátíðir tengjast, setja mark sitt hvor á aðra og innihaldið og tilefnið sé gjörólíkt. Hanúkahátíðin, ljósahátíðin svo nefnda, hún haldin til að minnast endurvígslu musteris gyðinga árið 165 fyrir Krist eftir að það hefði verið sörgað af sýrlendingum, gyðingar endurunnið og endurvígt. Aðeins að því það nú saga sem þið kannist öll við eða flest að sjöarma aðventuljósin, þau eru svo áberandi hér á landi og margir sem koma hér útlendingar í desember spyrja hvort gyðingar séu svona fjölmennir hér, því að því ofta svara til að þetta séu gyðingaljós, en það raunar villandi svar. Þessi sjöarma ljósastjakar minna hins vegar enn og aftur á gyðinglar rætur kristindómsins. Sjöarma kertastjakar hafa aldir tíðkast í kristnum kirkjum og það augljóslega að ræða framhaldina gyðinglu hefðar eða hina gyðinglu ljósastjaku. En talan 7 heilug tala bæði í kristni og gyðingdæmi. Hún vísar ekki síst aftur til 7 daga sköpunarinnar og vísar til heildar. Hún stendur líka fyrir samband Guðs og manns í kristinni trú, þar sem talan 3 táknar Guð og talan 4 heiminn. Nóg Hanúkahátíðina. Trúarhátíður okkar sem á ritningin minnir okkur á rætur kristni í gyðingdómi. En jafnframt sjáum við hvað aðgreinir en á síðara árum og sem betur fer þá í vaxandi mæli samtal og samvinna kristinna manna og kristni og gyðingdóms. Þá til dæmis við rannsóknir hinna hebresku ritninga þar sem kristni fræðimenn og gyðingar vinna hlið við hlið að rannsóknum, taka saman þátt í ráðstöfnum innan fornu ritningar og sameiginlega áhugamál. Það margt sem líkt eins og hér hefur rakið, en margt sem ólíkt, en andspænis gyðingdómi mættum við hafa í huga eitt það boðorða sem við höfum þegið úr hinum hebresku ritningum, boðið að heiðra föður sinn og móður. Því við stöndum dálítið, finnst mér svona eins og í hlutverki barna gagnvart gyðingdómi. Jesús frá Nasaret var gyðingur sem til vill hefur ekki haft annað markmið en að hrinda af stað siðbót innan gyðingdóms eins og Móxnes heldur fram. Siðbót sem varðar annað og meira en
sem varð annað og meira eða alheimstrúarbrögð, enda boðið að gera allar þjóðir að lærisveinum meðal þess sem á sér ekki hliðstæður í gyðingdómi. Fallegt málverk af Jerúsalem. Útvalningarstefið er auðvitað eitt sem skilur að og kristnir menn nefna gjarnan tvöfalda kærleiksboðorðið sem dæmi sérstöðu siðfræði Nýja testamentisins. Það má á vissu leyti til sannsvegar færa, en sem sé að það nýtt að tengja boðið elskuna til Guðs og náungan saman, en boðorðin hvort sig eru til staðar í Gamla testamentinu. Það er að segja boðið elska náungan eins og sjálfan sig er að finna í 3. Mósebók 19:18 og boðið elska Guð af öllu hjarta er í 5. Mósebók 6:5. Við hlut af frásögninni af undrinu við hafið, Exodus frásögninni, en sýnir líka virðingu sem gyðingar bera fyrir textanum þegar nota þessi, þetta er eins og pennastöng, svona tóra vísir, kalluð jað á hebresku sem merkir hönd, til að óhringa ekki textan. Og yfir þessa glæru, og ég minni bara aftur á að Gamla testamentið er kristið heiti, en og Jesaja er kannski sá spámaður sem að sannarlega höfðar bæði til gyðinga og kristinna manna og báðir eigna sér hann, en þar er að finna mikið af því sem kristni menn túlka sem spádóma Krist, ekki síst í 4. þjóðsljóðinu svokallaða. Og hérna er textinn um nýja sáttmála sem að kristni menn hafa höfðað til og Jeremía 31:31-43 að þeir dagar koma, segir Drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við Ísraelsmenn og Júdamenn. 34. Já, rétt, fyrir gefið. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra því ég tók í hönd þeim og leiddi þá út úr Egyptalandi. Þeir röfuðu þann sáttmála við mig og ég væri herra þeirra, segir Drottinn. Þannig er sáttmálinn sem mun gera við Ísraelsmenn þegar þessi dagar er liðnir, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða lýður minn. Og við skulum fara að slá botninn í þetta og ég vil ljúka þessum orðum á því að vekja athygli á Davíðssálmum sem mjög gefandi riti á allan hátt. Minnumst þess að Jesús Kristur vitnaði í 22. Davíðssálm á krossinum. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og andlátsorð hans voru líka sótt í 2. Davíðssálm, eða það er að segja sálm 31:6, í þínar hendur fel ég anda minn. Þannig hann hefur sannarlega verið handgenginn Davíðssálmum. Við erum vön því að lesa bara einn og einn sálm hér og þar og gefa litla gætur að samhenginu. Þannig var það líka við rannsókn sálmanna, öll áherslan hvílt á uppruna einstakra sálma í helgihaldinu eins og ég gerði sjálfur framan á spjalli mínu hér. Það er sannarlega gefandi, en á síðar árum hefur í auknum mæli verið gefinn gaumur að því að sálmanir virðast hafa guðfræðilega uppbyggingu. Sálmasafnið, Saltarinn sem bók, sem lýsir vegferð sem er kosið að kalla frá leiðsögn til lofgjörðar. Það er vel þess virði, segi ég við ykkur, lesa sálmasafnið í gegn, Saltarann allan, kynnast allir fjölbreytninni, harmi, spekisálmum, þakkarsálmum, konungssálmum, blessunarorðum en líka bölbænum vissulega. Saltarinn hefst á spekisálmið þar sem er hvatt til að íhuga Guðsorð dag og nótt. Síðan eru harmsálmar sem eru áberandi fyrirferðarmiklir og vegferðinni farið dimma dali og margvíslega áföll koma við sögum eins og fall Jerúsalem og konungdæmi Davíðs. En í framhald af því beinist athyglinni í 4. bók Saltarans að konungdæmi Guðs sjálfs. Það er eins og þungamiðjan, það er Guð sem er konungurinn. Helgigönguljóðin í sálmum 120-134 minna vegferð upp til Jerúsalem sem verður stundum að hinni himnesku Jerúsalem og kristni. Og það er örugglega ekki tilvílna að 5 síðustu sálmanir í þessu merka sálmasafni eru allir lofgjörðasálmar. Að því leyti minni sálmasafnið á uppbyggingu harmsálmanna, harmur og angist sem voru ríkjandi í byrjun, breytist í fullvissu bænherslu og endar í lofgjörð.
skemmtileg glæra hér í lokin sem skemmtileg mynd sem ég fann frásögn af Goldu Meir sem sé fjórði forsætisráðherra Ísraels og henni var stundum líkt við Debóru eins og Vigdísi Finnbogadóttur, forseti okkar, og hún heimsækir þarna Pál Páfa VII. Finnst hún eitthvað svona smá við hliðina á honum og hefur á orði að mér finnst undarlegt að hún dóttir trésmiðs sé komin á fund Páfa og hann svarar og augljóst til hvers vísað: hér trésmíð í háum höfð. Og þetta ætla ég nú að hafa loka orðin.